Ekki loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 23. maí. Sneisafull fréttavika að baki og ætlum að fá góða gesti hingað á eftir til þess að ræða þær. Við ætlum líka að vera á alvarlegri nótunum, ræða hér við Úlfar Lúðvíksson fyrrum lögreglustjóra á Suðurnesjum, ræðum löggæslumál og landamæri Íslands. En áður en við förum inn í, kannski stóru fréttirnar, það er auðvitað stór frétt að Framarar hafi orðið Íslandsmeistarar í handbolta karla. Þeir hafa núna hampað báðum stóru titlunum, Íslands- og bikarmeistaratitlunum og við birtum alveg frábæra mynd af kampakátum drengjónum á forsíðu blaðsins í morgun, þar sem þeir eru að taka við sigurlaununum. Ég vil líka senda góða kveðju heim í hérað til stjörnumanna, frækinn sigur sem að þeir unnu á Tindastóli á miðvikudaginn og urðu í fyrsta sinn Íslandsmeistarar í körfubolta karla. Ótrúleg liðbæði tvö og gaman að fylgjast með úrslitakeppninni, ekki síst með Hlini Bærings sem er 43 ára og núna kveðja stóra sviðið eftir áratuga þjónustu bæði við íslenska landsliðið og mörg af sterkustu félagsliðum landsins. Magnaður íþróttamaður og mikil fyrirmynd. En svo það fréttir vikunar. Við vöknuðum upp við vondan draum þegar við fengum fréttir að því núna í vikunni að hnífstunguárás hefði verið gerð miðjan dag í Úlfarsárdal. Það sem gerir fréttamálið einstaklega merkilegt í raun er það að við eigum mikið myndefni, vídeóupptökur af því þegar þetta á sér stað. Þetta er eins og ég segi í miðju íbúðahverfi þar sem að börn voru á ferð og flugi frá skóla eða milli heimila, vinir að heimsækja hvern annan og þarna skapaðist gríðarlegt hættuástand. Ég veit ekki nákvæmlega hvað þetta segir okkur en því miður bendir þetta til þess að samfélagið okkar sé að taka hröðum breytingum og við erum að sjá atburði gerast nú hér í námunda við okkur eða í nærumhverfinu sem að við höfum fengið spurnir af í Svíþjóð, í Danmörku og Noregi á síðustu árum. Samfélagið er að breytast hratt. Þetta er alveg skelfilegt mál og vonandi munum við fá meiri botn í það hér þegar líður á komandi viku. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og hún fer með himinskautum í könnunum, gengur vel á hennar bæ, en hún er líka að boða dálítið harðar aðgerðir. Við vitum ekki nákvæmlega hvað það er en hún ætlar að fara að skattleggja fleiri atvinnugreinar heldur en bara sjávarútveginn, ferðaþjónustan og orkugeirin eru þar undir að minnstakosti og svo er margt sem bendir til þess að það muni harðna á dalnum hjá almenningi líka, hvort að gjaldtakan á einstaklinga verði mikil eða minni, þá vitum við allavega að þau stefna því að skera niður í ríkisútgjöldum. Það verður fróðlegt að sjá ríkisstjórn Kristrúnar vinna að sínu fyrsta fjárlagafrumvarpi sem lagt verður fram með haustinu og þá munum við sjá þetta teiknast meira upp. Ég reyndar verða að segja fyrir mitt leyti að ég er ekki viss að það sé góð aðferð við að reyna að styrkja ríkiskassan, að skattleggja menn meira og meira. Ég held að það veri betra að breikka tekjustofnana og reyna að búa til meiri verðmæti og fá þá meiri skatt af því sem meira er. Það að ætla að skattleggja sig út úr svona löguð er svolítið eins og maðurinn sem ákvað að reisa 5 hæða hús og byrjaði á 5. hæðinni. Það er ekki mjög gáfulegt. Önnur tíðindi eru síðan úr Borgarnes eða Borgarbyggð, minni gömlu heimabyggð. Við fluttum fréttir af því í vikunni að þar á bæ séu menn í miklum vandræðum vegna flóttamannamála. Upp á Bifröst í þeim gamla og forna skóla er búið að koma upp eins konar flóttamannabúðum og þetta kerfi sem við höfum byggt upp þar og reyndar víðar kostar sveitarfélagið 27 milljónir á mánuði. Þetta er ekki mjög fjölmennt sveitarfélag skal ég segja ykkur, þannig að þetta rífur mjög í. Og ég spyr mig, bara út frá lýðræðislegu sjónarhorni, hafa íbúarnir í Borgarbyggð einhvern tímann verið spurðir að því hvernig eigi að taka á þessum málum og hvort að þessi eru reiðubúnir til að axla þessar byrðar með þeim hætti sem nú er gert. Því miður margt sem bendir til þess að það sé verið að taka mjög stórar og veigamiklar ákvarðanir í þessum efnum gagnvart almenningi án þess að almenningur fái rönd við reist eða geti sagt álit sitt á því. Og ég mun í viðtali við Úlfar Lúðvíksson fyrrum lögreglustjóra koma inn á þetta meðal annars á eftir. Landamæri Íslands eru þar undir, hefur almenningur verið spurður að því hvernig eigi að standa þessum málum öllum. Það er ekki víst. En hér handan við hornið eru þær Kristín Gunnarsdóttir og Ólöf Skaftadóttir, þær stýra hinu geysivinsæla KG Pod, komið gott og þær ætla að fara yfir fréttir vikunar. Svo Úlfar á eftir þeim, en fyrst þetta. Þá sólarvíman runnin af flestum okkar og niðurtúrin hafin. Síðustu dagar hafi þetta verið lygilega góðir veðurfarslega hér á Fróni og ekki laust við að landsmenn hafi verið eins og hráviðu allt og nýtt sér þetta öfgakennda veður til hins ítrasta.
Þetta það besta við gróðurhúsaáhrifin. Íslendingar elska global warming. Það ekkert eftirsóknarvert hér á landi eins og að líta út eins og reyktur lax á leiðin í fermingaveislu. Veislan stóð þó ekki lengi yfir, síðasti sumardagurinn hefur runnið sitt skeið, segja þeir allavega. Aumingja við, íslensku fórnarlömbin. Nú sleikjum við bara sárin og sópum brunarústunum upp í fægiskóplu á meðan við erum með króníska kjúklingahúð af kulda. Þið þekkið þetta. Alltaf þurfum við að gjalda þess illilega að hafa fengið pínulitla smugu til þess að flatmaga í Nauthólsvík í friði fyrir suðvestan stormi með él á köflum. Ansi hörð brotlending og nú fjölgar lyfjaávísunum á þunglyndislyfjum örugglega enn eina ferðina. Ég skil bara vel að fólk þurfa að fá okkur að pillu við þessu. Vinirnir Diljá Mist og Sigmundur Davíð viðruðu hvort annað út í sólina á dögunum og skelltu sér í heilsubótagöngu saman. Ísdrottningin sjálf skjálfesti þetta uppátæki þeirra vina og deildi með alþjóða í story á Instagram. Það eitthvað sem segir mér að Diljá Mist, lýðheilsu og þyngdarstjórnunar herforingi Alþingis hafi fest simadabba í hundataumin og sigað honum út. Sko samt kannski með hundaröddinni sinni. Simmi, hefur að koma í göngutúr? Hefur að koma út að pissa? Já, göndi kallinn. Æ, svo var ekkert smá sætt hvað Áslaug Arna fór mjúkum höndum simadabba eftir göngutúru með Diljá. Hún gaf honum axlanutt, enda maðurinn náttúrulega orðinn hálfrar aldar gamall. En það ekkert fallegra en svona þverpólitísk vinátta. Ég elska það. Herri, svo nýtti þingflokkur Sjálfstæðisflokksins sér líka blíðuna og skellti sér út að lífi saman. Rósa Guðbjarts bauð allri strollunni heim í Hafnarfjörðinn, þar sem var aðeins skvett úr klaufunum og hrist hópinn aðeins saman. Það verða bara allir svo ógeðslega kæruleysir í svona hita. Sannur íþróttaandi hefur einkennt hæstvirtan forsætisráðherra Kay Frost Jordan síðustu misseri. Hún hefur eitthvað verið að læra af íþróttatruknum Tóku Gunn og er nú farin að gefa íþróttamannslega þumla út í allar áttir þegar henni þykir eitthvað vel gert. Æ, þið vitið hvernig þetta er. Smábörn eru svona svolítið eins og svampar sem að apa allt upp eftir fólkinu í nærumhverfi sínu og svo er nú líka bara allt í einu komið körfuboltabakteríuna sem hefur einkennt garbaðinga og sauðkræklinga undanfarið. Sjáu þetta. Kay Frost Jordan með hverja 3 stiga körfun á fætur annarri. Vel gert. Snúli Másson hefur komið tvíeldur tilbaka eftir að litla krútaðan Jón Snúlason fættist. Nú vill hann að allir læri sömu rúmfræðiformúlu og þau Nadine hafi verið að beita til að viðhalda íslenska mannkynsstofninum. Annars erum við bara í algjörri útrýmingarhættu og það má nú ekki. Snúli Másson átti alls ekki að þurfa að benda á þessu útreikninga og reikningt allt út sjálfur. Heldur hefði maður haldið að framtíðanefnd með Jón Gnarr í brúnni þegar þetta var okkur við þessu kynorkuleysi sem vofir yfir fyrir löngu síðan. Býtu, var Jón ekki enda við að segja í síðustu viku að hann væri sko engin spámaður? Akkur er Siggu Kling eða Valgarði Einarssyni ekki boðin formannsstaða framtíðanefndar? Æ, ég ekki bara leggja þessa nefnd niður. Ég held það. Bara burt með þetta. Sanna Magdalena vildi koma mikilvægum skilaboðum á framfæri í vikunni þar sem mikils misskilnings gætir stundum að hún sé eitthvað undir hælnum á Gunnari Smára Egilssyni. Hvað ruglar það? Auðvitað er hún ekkert undir hælnum á honum neitt. Hún hatar táfýlu, sko. Hún hatar táfýlu. Þakklætisdagur B. Eggerts okkar er vel upp alinn og góðu drengur og lætur iðulega þakklæti sitt í ljós fyrir hversdeginum. Við segjum nú bara eitt. Takk fyrir þig, elsku Dagur. Pælið í því hvað smáatriði geta skipt miklu máli. Það munaði bara einum bókstaf að sjálfur kóngurinn okkar, Pavel Bestilingur, hefði getað tekið sjálfu á Tene, en í staðinn tók hann sjálfu fyrir utan veitingastæðin Tení á Blönduósi á dögunum. Miklu betra að ferðast innanlands til að halda kvíði reyni sinni góðum. Þolinmæði Ásu Berglindar er komin af þolmörkum en hún er orðin langþreytt á leigubílaumræðinni sem þessi bölvaða stjórnarandstaða getur masað út í eitt. Ég meina þarf eitthvað að ræða þetta. Tekur einhver annar leigubíl nema Villi Árna þegar hann er á leiðinni heim að djamminu með hlöllabát í hægri og veifandi taxa með vinstri? Eða Tálbeitubeggi sem stundar það sér til undirsauka að setja upp leikrit í leigubílum? Nokkur ný andlit birtust líka á þinginu í vikunni. Geðveikt gaman að kynnast nýju og skemmtilegu fólki sem á eftir að láta til sín taka fyrir land og þjóð. Eða ekki, því að það er náttúrulega bara allur gangur á því. Skvísukonan Diljá Ámunda, hún kom nýinn fyrir Viðreisn. Aðalsteinn Leifsson líka, en hann þekkja nú margir, mögulega einn svipfriðasti ríkissáttasemjari sem Ísland hefur átt. Svo kom líka hún góðhjartaða Karolína Helga nýinn. En síðast en ekki síst kom Gísli Stefánsson inn fyrir Sjálfstæðisflokkinn og hann ætlar ekki að gera Snúlla Másinni til geðs og taka eitthvað hamstrafóður á þetta. Hann á nú þegar 4 börn og hefur látið staðar numið. Þrátt fyrir að vera rokkstjarna. Þetta er svona nýr Óttar Proppé á þingi. Þingmaður á daginn, rokkstjarna á kvöldin. Rock on! Já, hei, og nú er sko verið að leita eftir kvundagshetju höfuðborgarinnar. Eða svona, þú veist, Reykvíkingur ársins eitthvað. Veist þú einhvern geggjaðan Reykvíking? Ég er nefnilega búin að tilnefna 2. Heiðu Björgu, borgarstjóra og heiðvirtasta borgara landsins og svo þetta Gísla Martin. En ekki hvað, hann er minn maður. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's
Samsung framleiðir vasseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Velkomin í heim þar sem allt er í fullkomnu flæði. Nýr og alrafmagnaður Kia EV6. Frumsýndur á laugardag. Askja. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Polsen.is. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem er. Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið sæl að nýju. Hingað eru komnar störlurnar Kristín Gunnarsdóttir og Ólöf Skafstadóttir. Þær stýra hlaðvarpinu Komið gott og það er þetta löngu komið gott af því hlaðvarpi. Það hélt ég þar til ég mætti í Austurbæ á miðvikudagskvöldi síðasta þar sem að þær stóðu fyrir heljarinnar glensi, leyfi ég mér að segja. Velkomnar. Takk fyrir Stefán minn. Eru þið búin að jafna ykkur? Já, svona fyrir að koma því. Já. En þetta var hörku sjó sko. Það var rosa gaman að taka móti alls fólki í Austurbæ. 450 manns. Já. Þetta var nær 500 sko. Já. Ég var að segja 600, ég var að sætlast á 750, eitthvað svo leys. Við erum með myndir hérna frá viðburði. Ég sé nú að það eru auðsætið þarna reyndar. Þetta beint eftir hlýja sko. Þetta enda sætið þitt, Stefán, og þú. Já, ég var að fylgjast með stjörnunni vinna Tindastól frammi, en þetta var gaman að kíkja á þetta. Hvað er þetta? Það eru margir, það eru sífellt fleiri sem er að hlusta á hlaðvörp, margir hlusta á þennan þátt hér í formi hlaðvarps og ykkar þáttur nýtir mikilvæg vinsælda. En hvað er þetta? Hvað er það sem gerist á svona sjói? Þetta er dómsmálaráðherra. Já, fleiri alþingismenn þarna og fleiri alþingismenn og svona hvað. Það er mitt og námsmenn. Við höfum gert þetta einu svona áður og þá köllum við svona köllum við til viðföng þáttana og einhverjum óskiljanlegum ástæðum eru þau gjarnan til í að sitja mjög nálægt sviðinu eða á sviðinu og svo bara látum við gaman geysa. Og þarna voru aldeilis góði gestir, þarna er Bjarni Benediktsson og Sigtryggur Magnason, þarna er Bergþór Ólason, Magnús Ragnarsson og Vilja Naglbítur. Já. Og þetta er nú bara helmingurinn, er það ekki af stórskotaliðinu sem var þarna upp á sviði? Jú, við vorum með svona 2 vængi, þetta átti að vera svona síðasta kvöldmáltíðin og þarna sátu lærisveinar okkar. Ykkar, já, og þeir lögðu þeim lífsreglurnar aldeilis. Já, þeir fengu svona aðeins slettur á sig og svona, en þeir geta allir tekið því og þess vegna þeim boðið sko. Já. Og þeir tóku, ég get vitnað það, þeir tóku hressilega á því í samtali við ykkur og með lætin, bjórinn. Já, og þeir eru allir að drekka gilda hunangi. Já, skvetta í sig. Já. Það að verða einhver ný menning í kringum hlaðvörpin. Þið eru á þessum vagni, þið komið inn á síðast ári, ef maður rétt. Hvað er að gerast í þessu? Er þetta alþjóðleg bylgja eða af hverju er fólk að sækja þetta? Já, sko, vinur okkar Hannes Hólmsteinn sagði að hægri menn elskuðu hlaðvörp en þeir getur gert 20 í einu, hlustað og grillað. Já, en er það ekki á báða bóa? Jú, en ég hafandi ég með þennan fjölmiðla bakgrunn, sko, mér finnst þetta miklu skemmtilegra form. Maður þarf ekki að lúta hefðbundnum reglum fjölmiðla og maður getur leyft sér meira og þú veist, þetta er ekki fjölmiðl. Nei. Þetta er eitthvað annað animal. Þið hafið beinleys lýst yfir að þið viljið vera ómálefnilegar. Já. Þið eru mjög góðir í því. Þið eru betri í því en hinu. Já, og svo tekur fólk svolítið svona út úr þessu það sem það vill, sko. Þú veist, þeir sem elska Bjarna Benediktsson, elskuðu að sjá hann upp á sviði og fólk sem þolir ekki Bjarna Benediktsson, elskuðu að hlusta okkur sletta á hann hinu ýmsa. Já. Þannig að þú veist, það er allir ánægðir í lok kvölds. Menn fá eitthvað fyrir sín snúð. Absolutt.
Erum við að fara að sjá meiri þróun í þessu? Þú nefnir með sko hægri menn og pólitíkina þjóðmál sem að ég nefnir nú stundum sem að vinnur okkar Gísli Freyr heldur úti. Það var stofnað til hlaðvarps því til höfuðs myndi ég segja, bakherbergið með Andrési Jónsson og Þórhallur Gunnarsson, það laði bara upp laupana. Já. Skellti hurðinni á bakherberginu. Já. Alveg. Hún er alveg. Í lás. Í lás. Hún er læst. Hvar hefur vinstrið fundið sér farveg þá? Ég veit ekki, ekki skemmtilega að halda út í svona þætti þótt í stjórnarandstöðu? Ég meina þjóðmál var líka í stjórnarandstöðu við Sjálfstæðisflokkinn síðast. Já, þetta Gísli sé bara með svona mótþróa þroska röskun einhverja í þessu tilliti. Já, það er voðalega leiðilegt að halda úti vikulegum þætti þar sem þú ert bara eitthvað að klappa einhverjum ráðherrum, sko. Já. Veist, er það entertainment? Ég veit það ekki. Ég held ekki, en er þessi ekki líka bara sinnt ansi vel á öðrum stöðum? Ég nefni Ríkisútvarpið. Já, þeir hafa sína 9 milljarða til þess til að búa til ýmsasta. Getur verið að föndra og bara gera hvað sem helst, sko. Eins og Sáðbólustúdíóið í Bólholtinu er það ekki, á samstöðinni. Já. Þar föndrar fólk og drekkur bjór. Ég meina þar allavega vantar ekki framleiðsluna þar. Nei. Þeir mala þarna bara sólarhringum saman. Það er alvöru dugnað það. Yfirgengilegt. Já. Og það er ótrúlegt hitastig að nenni. Hefurðu farið að nenni? Já, einu sinni, en gerir það ekki aftur. Nei. Ekki gaman. Nei, það er ekki gaman að láta kalla sig nasista. Nei, verra. Já. Okay. Svo er það pólitíkin. Það var að birtast könnun í morgun og þið hafið nú farið yfir þau mál ótt og títt og það er viðfangsefni ykkar. Hvernig líst ykkur á þessa stöðu? Samfylkingin áfram bara gín yfir aðra flokka með 27,4%. Næstur kemur Sjálfstæðisflokkurinn 18,9%. Hann er bara, það er botnin dottinn úr þessu. Þetta er svakalegt. Já, þetta hljóta að vera vonbrigði fyrir forystu flokksins. Og kannski, þú veist, ég veit ekki, þetta hefur verið dálítið máttlaus stjórnarandstaða, hefur manni fundist. Kannski að miðflokkurinn hafi haldið svona, verið kannski hvað sterkastir. Þeir tapa þó líka fylgi. Já, en ég meina, ég er ekki rétt sem að formaðurinn hafi reynilega bara farið í frí núna þegar að veiðigjaldamáli var til umræðu. Þú ert að vísa í formann Sjálfstæðisflokksins. Hún hvarf á braut en er komin aftur og hefur svona blandað sér aðeins í umræðun og slægin en væntanlega hafa menn haft væntingar það þegar nýr formaður var kjörinn á landsfundi í febrúar að það yrði einhver viðspyrna. Já, og þetta er líka merkilegt og svo sér maður sko mælingar úr borginni þar sem Sjálfstæðisflokkurinn er í rúmlega 30%. Þannig að þetta er, og þar er samfylkingin mun lægri en þarna á landsvísu. Samfylkingin er eins og ég segir gín yfir öðrum flokkum, Viðreisn með tiltölulega sterka stöðu líka 16,8% og flokkur fólksins 7,2%. Það verðist ekkert býta á þeim, það er hvert hneykslismálið og ruglið sem að kemur upp í sérstaklega í tengslu við flokk fólksins en þó ekki einvörðungu en það verðist ekki býta á þeim. Nei, svo sá ég að Inga Sæland brast í söng í gær aftur eftir langt hlé á fundi afstöðu, þar sem hún söng afmælissöng. Það var eiginlega gaman. Hún er hörku söngvari. Já, ég veit það. Það verður ekki verið tekið. Nei. Var hún ekki heiðursgestur á einhverju þjóðmálakvöldi hérna árið? Já, hún var leynigestur í Hvalasafninu á hátíðarkvöldi þjóðmála í fyrra. Hún trillti líðin. Það var, Herbert Guðmundsson átti ekki einu sinni síðan og þá var nú mikið sagt. Kristrún að spila þetta vel, þín gamla bekkjarsystir úr Menntaskólanum í Reykjavík. Já, það er alveg greinilegt. Og hún er náttúrulega mjög öflug. Og fólk verðist þeirra bara ánægt með allt hennar framlag og svo er með þessi bankasala, ég held að svona eitthvað heilt yfir sér fólk bara eitthvað eiginlega ánægt með það allt. Já, sem er eiginlega fyndið út, er Daði Már ekki að selja bankan ódýrara en Bjarni? Jú, með miklu meira afslætti. Ragnar Þór Ingólfsson sem er formaður fjárlaganefndar, hann krafðist afsagnar Bjarna Benediktssonar vegna 5% afsláttar, nú stefnir allt í miklu meira afslátt og það heyrist ekki í Ragnar, hann verðist horfinn. Ekki neitt. Það er alveg ótrúlegt. Við erum kannski að lýsa eftir honum. Ég hef ekkert séð hann sem hann tók sæti á Alþingi. Nei. Hann má ekki komið í þáttinn hjá ykkur að því hann er í pólitík. En annars væri hann auðvitað löngu kominn. Það sjálfsögðu. Hann kom alveg til greina til að koma upp á svið, sko. Já. Við létum ekki á það reyna. Nei, ekki að þessu sinni. Ekki að þessu sinni. Það er á þessu myndu sem við sáum, þar satt Lilja Alfreðsdóttir fyrir alþingismaður, Framsóknarflokkurinn er bara í 6,8%, Sigurður Ingi virðist, þrátt fyrir það sigla nokkuð lignan sjó, verður ekki einhver átök á þeim vettvangi? Hann mældist nú samt lægstur í könnun maskinu hverjir kjósendur Framsóknar myndi vilja segja sem næsta formann. Sigur Ingi? Yes. Nei, hann var í þriðarsæti. Já, af þeim þremur sem voru, fyrirgefðu, það voru 4, Einar Þorsteinsson raklistina. Já, Willum og Lilja voru
bara hnífi upp. Já, ofar en Sigurður Ingi í þeirri könnun sko, sem við ræddum með mitt þarna á miðvikudaginn var. En nú Willum dottinn af Vagnarmeginu, hann bara forseti og Er það fullvinna? Já, það held ég. Ég held að Magnús Ragnarsson myndi ekki sækast þetta starfi sem var í 100%. Enda sáum við nú hvernig fór fyrir þeirri sjóferð aldrei. Já, hann verður bara hjá tennissambandinu áfram. Já, þar hann flottur. Þið nefnið við ræddum hér í síðasta þætti á liðnum föstudegi sveitarstjórnarkosningarnar sem eru framundan. Það núna teljum við bara niður dagana, það innan við ár í það. Þið nefnið Einar Þorsteinsson. Hvað verður mest spennandi í þessum kosningum? Er það borgin? Já. Ég meina, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hann verður að taka við stjórnartaumunum í borginni og það er líka mikið undir fyrir framsókn. Annars er bara hætta á að þessi ríkisstjórn verði bara næstu 8 árin og þessir flokkar, gamli flokkar bara minki. Ég held að menn hljóti að vera hræddir það. Hefur Einar Þorsteinsson kost, getur hann komið með aðra bombu inn í kosningar? Er þetta ekki orðið gamalt vín á Nýja Belgi? Ég held að þurfa að byrja alveg svolítið frá grunni eitthvað að púsla þessu saman sko. Það er því að ég held líka að þeir sem voru með honum á lista hafi heldur ekkert náð að stimpla sig eitthvað almennilega inn, finnst mér. Hvað heitir það fólk? Einmitt. Árelia. Magnea finnst mér æði. Já, Magnea Gná. Já. Hún er vinkona þáttarins. Og svo er einn enn. Og systurdóttir okkar Vinar, Hannesar Hólmsteins. Gissur rétt. Hún hefur komið hér í þáttinn. Mjög skemmtileg. En það ber ekki mikið á þessu fólki? Nei, ekki svona yfir höfuð sko. Er ekki hjólamaðurinn? Er hann ekki líka Valdi? Það veit ekki. Nei, það veit ekki. Nei, við lýsum eftir húnu líka. Já, við lýsum eftir. Það er farið að lengjast hérna og lista yfir eftirlýsta stjórnmálamenn. Það er mjög sérstætt. Já, en það verður, og ég meina, það hlýtur að fara að skýrast bráðum. Ég meina, það er einhverjir sem tala það að prófkjörinn í Sjálfstæðisflokknum verði bara hreinlega fyrir áramót. Þannig að þá færast fyrir leika. Ásdís Kristjánsdóttir með mjög sterka stuð í Kópavogi en það er svona meira róta á Hafnarfirði. Það er enginn að fara að velta Almari Guðmundsinni í Garðabæ og er ekki Þór nokkuð öruggur á Seltjarnarnesinu? Er ekki fast í þessu? Jú, það haggast alltaf svo lítið þar sko. Það er ýmist að minnihlutin næra komin, skildi af einu sinni náðin 4 mönnum. Var það ekki þar Guðmundur Ari? Var með mest lætið þarna út á Nesi. Nei, það gerist ekkert á Nesinu. Ég er á Nesinu, það gerist ekki neitt. Nei, menn halda þessu bara. Ásthildur Sturludóttir, ég hitti hann í gær norður á Akureyri. Hún er nú ráðin bæjarstjórinn. Menn er alltaf að búast við því að hún fara að taka einhver skref í pólitíkinni. Menn hún ætti leiða lista í kosningunum? Nei, ég held að Ásthildur stórvinkon okkar. Ég held að henni finnst bara ægilega gaman að láta tala það, en hún gerir það ekki. Nei. Það mín spá. Þá erum við sér búin að uppfylla þarfirinnar hér í þættinum hvað það varnar. Já, það er allan búið að krossa í það bóks. Þetta er bara ljós til Ásthildar. Já, hún er auðvitað frábær. Og gamall bæjarstjóri á Patreksfirði sem er mikið virðingar starf. En þið, ætlið þið í pólitík? Auðvitað. Hvernig spyrðu? Þið er bara eftir að velja sveitafélag. Flokk, sveitafélag, allt þetta. En þið eru báðar búsettar í Reykjavík? Já. Það er rétt. Ætlið þið í pólitík? Nei, gullið mitt. Af hverju ekki? Ég held að við séum bara okkar framlag sé betra svona hérna á kantinum. Já, í mínu tilfelli er þetta bara beinagrindur í skápnum sko. Já, það þolir ekki dagsljósið, það get ég vottað. En það er, auðvitað verður áhugavert að sjá með borgina, eru einhverjir svona óvæntir karakter sem að þið sjáu við sjóndeildarhringinn sem að munur blanda sér í þetta? Ég veit það ekki, þú veist, það er mikið talað að Lilja Alfreðsdóttir sjá mögulega fyrir sér að fara í borgarmálin. Mér finnst það mjög áhugavert útspil. Hún er sterkur stjórnmálamaður. Hún myndi að reyna að velta Einar Þorsteinsinni úr sessi. Hún fær ekki annarsætið. Nei. Er hún ekki ennþá varaformaður flokksins? Jú. Svo sagði ég reyndar að Líf Magnaðardóttir kom hérna í viðtal á dögunum og Í gær? Já, og sagðist ekkert viss það að VG myndi endilega bjóða fram í borginna næst. Þetta er þetta undarlegt. Já. Hvaða taktík er þetta? Þarna held ég að mönnum hafi aðeins orðið á, eða ekki það? Í messunni? Já. Þau mælast með 3,6% landsvísu. Já. Þetta er þessi flokkur ekki bara í dauðateiknum? Já, samkvæmt þessu, jú. Svandís Svavarsdóttir og vinkona eitthvað, hvað segir hún? Hún mætti ekki, hún átti að mæta kvöldið okkar. Já, komst ekki. Nei. En
mér finnst nú að þetta vinstri hérna á Íslandi geti sýnt sko þá lágmarksvirðingu gagnvart Svandísi Svavarsdóttur að gefa henni þessi 5% sem hún þarf. Já, til að koma Ég ætla ekki að vera eina. Nei. En vinstri. En þú byggðir alltaf annara að standa þessa vakt. En það eru þetta Píratar og Vinstri grænir eru einhvern veginn í algjörlega lausu lofti. Væntanlega eru það þessar Píratar eru bara átt. Ég meina það er enginn búin að tala um Píratar núna í 4 mánuði. Það er alltaf svolítið verið að tala um Svava. Já. Já. Ég ætla að reyna að lokka hana hérna í þáttindi mín. Við þurfum að fara aðeins yfir þessu stöðu. Já. Það var svo ægilega gaman þegar hún kom til mín síðast. Ég veit það. Þægilegt andrúmsloft. Þið eru bestu vinir. Hún æði. En hérna, já, Píratar, þetta eru bara einhverju bloggarar sem eru bara farnir heim. Þeir eru bara í einhverju hackathoni eitthvað staðar, það gengur bara ótrúlega vel. Það búið aftengja Wi-Fi. Ég nema Alexandra Brím sem er á borgarafundum að rífast við fólk. Já, einmitt. Bara með nefan á lotti. Já. En er hún ekki bara starra brand en Píratar eða? Ég held að. Jú, á mörgu leyti. Hún getur þá bóðið fram bara með einhverjum öðrum. Hún er það ekki tiltölulega vinstri sinnuð. Kannski búa til eitthvað svona samsuðu soðbólu frambóð. Já. Kemur þarna inn. Sósíalistaflokkurinn, VG, Píratar. Samsuðan. Já. Það kom í nafn á flokkin, hefðu. Og þetta var ókeypis. Við erum alltaf að gefa ókeypis ráðgjöf. Við erum alltaf að hugaflugi. Já, og algjör óumbennar þetta líka. En sko, ég held samt sko, með borgina, þá er þetta líka, þú veist, þessi meirihluti sem tók við núna eftir að Einar sprengdi. Sko, hann er svo brjálæðslega leiðilegur. Þú veist, það eina sem ég hef heyrt frá þeim núna er að þeir ætla að hætta að selja brennivín og íþróttakappleikjum. Já. Er það í alvöru eina framlag þessa fólks? Já, og reyndar að það ekki sela lögin. Jú, meiri bustlaugar, minna brennivín. Já. Þetta er þeirra framlag. Já, einmitt. Já. Þannig að þetta er bustlaug fyrir 160 milljónir í húsdýragarðinn fyrir 2 seli. Og það er náttúrulega verið að fremja dýraníð eins og staðan er núna í húsdýragarðinum. Í ljósi laugar. Þannig að það er bara þannig. Og svo er á að banna læt á fótboltaleikjum. Já. Þetta er þeirra framlag. Þetta verður miklu einfaldara laus bara að sleppa þessum selum lausum bara í Laugardalsveginni. Það var bara dálítið fútt í þessu. Það var bara að gefa þeim læt. Já, gefa þeim læt, já. En þetta með kappleikina, það er mjög þung umræða þetta að það er að draga mjög úr áfengisölu á kappleikjum og annað. Er það ekki bara tíman að þá? Verður við ekki að stíga þetta skref? Þetta er bara nákvæmlega eins og einhverju hverulanda sem voru alveg brjálæðir þegar áttu að opna Kaffi Vest og nú myndi Vesturbæinn bara alveg. Já, liggja í valnum. Já, stúd fyrir einhverju blind fullu fólki. Það breytist ekkert, hann er bara þannig bæði fyrir og eftir. Já, jú. Engin breyting orðið á hvað var það fíknivanda. En munu menn stíga þetta skref? Verður ekki allt vitlaust? Ég veit ekki. Ég fylgdist með mínum mönnunum á Sauðárkróki og það hefði ekki verið svona stemning í stúkunni og menn hefði ekki verið búin að fá sér eitt og kalda. Auðvitað ekki og þú veist það líka bara, ef maður þarf yfir höfuð að sitja undir þessum íþróttum, þannig að eins gott að maður fá að hafa eitt læt við höndum. Svo voru frábæra myndirnar líka Hlynur Bærings og hans félögum bara í kampavinnu og með vindlana þarna inn í búningsklefanum eftir leik. Menn mega nú lifa lífinu þó þessi íþróttamenn. Ég segi það. Það þekkjum við. Já. Þetta þekkjum við íþróttamennir sem hér sitja. Betur en nokkur annar. Já. Það eru talið að alvarlegri hlutum, fólk stendur einhvern veginn orðlaust frammi fyrir þessum atburðum í Úlfarsárdal, þar sem að hnífstúku árás miðjan dag er tekin upp á myndband og sýnir alveg ótrúlega atburðarás. Erum við ofur viðkvæm fyrir þessu út af því hver er hlut eða er þetta til merkis það að samfélagið okkar sé að taka þeim breytingu sem að gerst hefur í Svíþjóð, svo dæmis er tekið? Ég veit það ekki. Ég meina, maður hefur orðið var við það ofbeldi hefur fæst í aukana. Ég man eftir fyrir einhverjum 10-15 árum eða eitthvað, þá var svona, voru fjölgaði hnífstungum mikið í Bretlandi og þá var farið í heljarinnar prógram til að taka utanum, það voru í flestum tilfellum voru gerendur strákar, að til að taka utanum það gekk mjög vel sko. En ég held að það sé alveg ljóst að það þarf eitthvað að gera. Þetta er ekki þróun sem við viljum sjá. Nei. Já, og bara vopnaburður yfir höfuð hefur aukist mjög mikið. Maður heyrir það frá bara vertum niður í bæ til dæmis sem eru að reka bari, að þetta er orðið alveg stórkostlegt vandamál. Fólk er með hnífa á sig. Fólk er með hnífa inn á skemmtistöðum og það var bara ekki fyrir áratug. Bara það eiginlega gerðist ekki. Þannig að þetta er auðvitað mjög alvarlegt. Þetta einhver svona aggressjón í samfélaginu sem að tekur á sig þessa birtingarmynd. Já, og ég held við segjum ekkert eitthvað ofur viðkvæmt fyrir því endilega hver á í hlut eða af hvaðan þeir koma
hvernig sem ég meina þetta hábertu dagur og hann eru krakkar á leiðina heim á skólanum sko. Þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt og líka í ljósi þess að það verið að boða stórkostlega uppbyggingu þarna í Úlfarsárdal af enn fleiri íbúðum fyrir tekjulága. Þannig að maður hefur smá áhyggjur af því að þarna bara skapist einhver gettóstemming sem náttúrulega ekki gott. Þau eru að tala að byggja 10.000 íbúðir. Reyndar á 10.000 árum sko, þannig að það geti verið svolítið í þetta. Það hlaupastíllinn hjá Sönnu Magdalenu sem að kallar á það. En erum við þá með skakkan fókus í þessu? Erum við farin að sjá það bara meiri stéttskiptingu út af líka því að fólk kemur hér í veikri stöðu erlendis frá annað þeim? Já, það ekki alveg ljóst? Jú, ég meina, þú veist, ég held að það sé mikilvægt að þegar tekið á móti fólki að það sé gert á alla leið, sko, í staðan fyrir að taka á móti öllum og geta ekki sinnt þeim sem hinga að koma, sem að koma kannski frá mjög erfiðum upprunalöndum eða það sem ástandið er mjög erfitt. En, þú veist, ekki alltaf ég þykjast geta verið með einhver svör í þessum efnum, sko, þetta er auðvitað bara hræðilegt mál, sko. Ég ræði nú löggæslumálin meira í seinni hluta þáttarins. Kannski að taka eitt mál fyrir sem að snertir okkur öll með einum með öðrum hætti. Það verið að lækka stýrivexti nánast ekki neitt á miðvikudaginn. Seðlabankinn er að reyna einhvern veginn í herpingi að bregðast við erfiðri stöðu. Hvernig metið þið þetta? Þið eru mikið á veitingahúsum bæjarins. Hefur fækkað í hópi Bandaríkjamanna? Það er náttúrulega enginn inn á Kastrup núna. Nei. Auðmanna atkvarðinu hefur verið lokað. Já. Tímabundið þó. Já. Þeir eru nú samt farnir að skottast yfir á 101 hótel. Kokkurinn er kominn í vinnu þar. Já, þar geta menn borðað. Já. Þannig ef þið þurfa að komast í mötunetið, kæru auðmenn, þá kíkið yfir. Er dýrasti hambúrgari landsins í boði þar? Já. Og hann er bara... Og verður þeirra góðu. Já, hann er góður. Með efnahagsmálin, ég meina, ríkisstjórnin Kristrún Frostadóttir boði núna að það er að fara að auka skattheimtu á atvinnuvegina og jafnvel á almenning og það þarf að skera niður. Eru við að lenda bara í kreppu ástandi? Það voru alltaf mjög undarleg svör hérna frá Seðlabankanum sem ég hlustaði á í gær, sko, ástæðan fyrir þeir væru að lækka. En þó var þeir að lækka með það fyrir augum að þetta yrði nú alltaf erfitt og það mætti engar vörur mættu hækka á næstu mánuðum og ég ljósi allar þessar tollamála þannig að munið þar væntanlega að gera það. Þannig að hann var svolítið að gera því skóna að þeir myndu mögulega fara að hækka vexti aftur. Þannig að ég veit ekki hvaða limbó á að halda landsmönnum í með sín húsnæðislán sem sveiflast bara eins og á trampolíni. En það er náttúrulega ekki bara hækkanir utanfrá, það eru bara launahækkanir. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, hún héldi nú fram í viðtali hér hjá mér daginn að það væru bara alls engar launahækkanir sem að... Höfðu áhrif. Já, hvorki að þau höfðu áhrifni og þetta væri... Hún vildi meina að það hefði alls ekki áhrif á verðbólgu. Nei. Já, ótengd atriði. Og þarna væri bara suðu pottur af fræðimönnum sem var að fara yfir það með henni. Já. Ég hef ekki heyrt af þessu áður. Ekki, hvorki finn ég síðar. Nei. En Kristrún Frostadóttir, hún auðvitað stendur í stafni þjóðarskútunar. Hún þarf að fara að keyra í gegn fjárlög í haust og annað. Þetta verður stóra áskorunin fyrir hana. Já. Heimilin blæðir með háum vöxtum og verðbólgan er enn að gera okkur skráfið. Já, og það er líka spurning hvort að hún fara að hafa aðeins minni húmor fyrir þessum kosningaloforðum Flokks fólksins sem að þau lefið henni yngu þó að fara með að ríkisstjórnarborðinu. Hvaða lofur, ertu þá að tala um... Hunda og kattahald? Nei. Þú ert að tala um... Þetta er fæðiklæðið húsnæði. Tengingarnar í almannatryggingakerfinu. Já. Þetta er náttúrulega rándýrar aðgerðir sem að þarf mögulega að gera einhverjum hægari skrefum með hvernig svo sem það verður útfært. En þau eru bara blúsandi siglingu. Þjóðin er bara að ég lána með það að taka á útgerðinni og... En Kristrún, hún er eins og við farið yfir. Hún er svo mikill A-stúdent. Hún vill ekkert svona rugl. Ég held að hún muni sjá ljósi. Er hún ekki bara alsæl? Já, hún má alveg vera það. Men það er náttúrulega allir alsælir núna, sko. Þjóðin er búin að vera, sko, liggjandi í læt núna í viku í þessu blíðviðri, sko. Þannig að þú veist, kannski er þessi könnun, kannski ættu við ekki að taka hana alvarlega, sko. Já. Þetta sumari var ein vika, það er rók og rigning framöndan. Já. Það er bara einn rekstraraðili sem að kvartar undan þessu mikla sólskinni og er það ekki innflutningsaðilinn að þessu brúnkukremi sem að þið notið ótæpilega. Og þú? Já, ég bara heldur betur. Þetta er nú gólbrúnka. Já, það er alveg hægt að fara yfir stríki í þeim efnum, sko. Ég held ég hef alveg gert það hérna á þessum event. Þú veist, ég var svo Donald Trump á þessum myndum. Já, ég var heldur ekki í lagi, sko. Já.
Ég sá engan mun á þessu viðburði. Hvorki í tali né tóni. Öllu fasi. Já. Heyrðu, það gott að fá okkur hér á sviðið til mín, rétt í þann mun sem að sumarið tekur á sig hérna góða mynd og þessi þáttur fer nú einhvern tímann í júní í frí. Það að segja þegar færist líf yfir landan og ekki yfir þingið. Ég fær að kalla ykkur til í haust aftur þegar við þurfum að fara yfir pólitíkina meiri alvöru, þegar þessi prókjör fara að taka á sig mynd og þið verða komnar auðvitað báðar í framboð. Auðvitað, allt þetta. Ólöf Skaftadóttir, Kristín Gunnarsdóttir, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. Við erum hins vegar ekki hætt hér á þessum vettvangi, því að hingað kominn Úlfar Lúðvíksson, fyrrum lögreglustjóri á Suðurnesjum. Hann ætlar að fara yfir aðdragandann og eftirmála þess þegar honum var í raun og veru sparkað úr embætti. Þetta svakaleg saga. Ég hvet ykkur til að leggja vel við hlustir því að ég hef eiginlega bara ekki heyrt aðra eins sögu á opinberu vettvangi fyrir en síðar. Fylgist með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Og það eitt sem dálítið skemmtilegt þetta grill. Ég myndi segja að það væri þessi fjölbreytileiki. Maður getur grillað beint yfir hitanum, svona beingrillun, en svo líka eitthvað sem kallast barbecue og það eitthvað sem maður gerir við óbeinan hita, þar sem maður ver matinn fyrir hitanum. Og svo í þriðja lagi að það líka hægt að breyta þessu grilli í reykofn. Þegar ég bara kasta nokkrum viðarkuppum ofan á kolinn og umbreytist grillið í það sem kallast smoker. Og það alveg frábært. Ég get eiginlega ekki beðið eftir að borða. Þetta áttur að vera algjört æði. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Hann mættur. Nýr Mitsubishi Outlander. Komdu og reynslöktu. Hekla. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Upplifðu hámarksstempun og þægindi. Sportís, Skeifunni 11. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komiði sæla nýju. Úlfar Lúðvíksson, fyrrum lögreglustjóri á Suðurnesjum. Hann mætti til fundar í dómsmálaráðuneytið fyrir mánuðinum, nánar tiltekið mánudaginn 12. maí og eftir leikinn þekkjum við flest hver. Hann núna mættur hingað til mín í spursmál og ég ætla að ræða við hann brotthvarf hans úr embættinu, aðdraganda þess og hver afstaða hans til hinnar stóru og áleitnu mála sem að tengjast landamærunum á Íslandi. Blessaður Úlfar. Já, sælur. Velkomin á svæðið. Takk fyrir. Ég nefni þennan fund í dómsmálaráðuneytinu sem að við höfum flutt fréttir af. Geturðu kannski bara til þess að skýra málið en frekar sagt mér svona frá aðdragandanum að þessu og hvernig þetta kemur til? Já, hann nú í sjálfsögur ekki langur. Þetta nú þannig með embættismenn að þeir eru skipað til 5 ára í senn og 16. nóvember voru semst lok mín skipunartíma, þannig að það þurfti að tilkynna mér það fyrir 16. maí ef auglýsætti mína stöðu. Og ég fæ fundarboð seint á föstudegi í tölvupósti frá ritara og þau eru tiltölulega einföld, einkennileg sjálfu sér, þau eru á þá leið að ráðherra vilji hitta mig og ég segi ekkert mál. Og vilji hitta mig á mánudag á sinni skrifstofu klukkan 11. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ráðherra og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og ég ætla að mæti þar klukkan 11 og þetta gengur hún tiltölulega hratt fyrir sig. Hún segir mér frá að hún hafi í huga að leggja fram frumvarp á haustþingi og ræði síðan verkefni sem í dag hjá ríkislögreglustjóra, hugsanleg flutning þeirra suður með sjó og það sé stefni í það að þetta embætti muni stækka og í framhaldi af því þá segir hún mér að hún ætla að auglýsa þessa stöðu
Og við þau skilaboð, þá svona, rekkum maður svona aðeins í kút, en lætur sér nú samt ekki bregða. Á sama tíma þá orðan það við mig að ég geti nú, ef ég hafi áhuga á því, farið austur á Firði og þá með flutningi. Og þegar þarna komið sögu þá var ég bara að stoppa í fundin og segi við ráðuneytisstjórinn var nú þarna, Haukur Guðmundsson, að við þessi tíðindi þá hafi ég tekið ákvörðun það á staðnum að ganga út og fór þess að leit við þau að þeir gerði með starfslokasamningur eins og þið þekkið. Og síðan bara þakka ég fyrir mig og var farin. Gerur þetta í fússi? Þetta reiðir viðbragð? Þetta nú þannig með mig að ég búinn að vera í þjónustu ríkisins tæp 40 ár og ég þekki þetta kerfi afskaplega vel. Ég er ágætlega inn í stjórnsýslu lögum og tala um starfsmannalögum. Þannig að bara ákvörðun sem ég teki þannig kannski karakter. Ég bara teka ákvörðun og stend með þeim. Ég held að þessi ákvörðun mín hafi verið góð. Ég sáttur við hana og mér þykir aðdragandi reyndar einkennlegur. Það fortíð. Ég aftur á móti tilbúin til þess að tjá mig sem frjáls maður. Ég núna ekki starfssambandi við nokkurn aðila og ekki ríkisvaldið, þannig að ég kem hingað sem frjáls maður. Almennu borgari. Almennu borgari og það hugnast mér afskaplega vel á þessu stigi máls. En við veltum fyrir okkur aðdraganda að þessari tilkynningu, þá það nú svo að ég sá það á ríkismiðlinum að Haukur Guðmundsson segist hafa lagt minnisblað fyrir ráðherra þarna mánudagsmorgninum. Það einhvers konar hvítþvottur vegna þess að það blasir við að þegar ég fæ tölvupóst það að ráðherra vilji hitta mig á mánuði, að þá þetta búið að taka ákvörðun að auglýsa þessa stöðu mína. Hvað var í þessu minnisblaði? Ég hef ekki séð það. Það vakti reynda furðu mína því að ég afhendi ykkur fundagerð frá þessu fundi. Það sem að staðreyndir liggja frammi varðandi tilefni. Ráðherra hafði lýst því áður í 2 símtölum, hún var afskaplega ánægð með mín störf. Hún lýsti því jafnframt yfir á þessum fundi okkar. Hún vildi ekki missa mig úr hópi lögreglustjóra, en hún vildi persónulega missa mig eða losa sig við mig af Suðurnesjum, svo þá held ég sérstaklega af flugvellinum. En svo ég spurði út í þetta frumvarp sem að hún boðar og breytingar með verkefnaflutningi frá ríkislögreglustjóra og öðru. Sérðu eitthvað tilefni eða kalla það á einhvers konar sérfræðiþekkingu sem þú býrð ekki yfir eða annað í þeim dúr? Þetta nú eiginlega með algjörum ólíkindum, ef maður getur tekið svo til orða. Það nú einhvern veginn þannig að Jón Gunnarsson, fyrrverandi dómsmálaráðherra, og eins Guðrún Hafsteinsdóttir, fyrrverandi dómsmálaráðherra, þekkja þetta afskaplega vel. Tillögur að þessum úrræðum sem að núverandi ráðherra hefur fjallað þetta raun og veru beiðni sem kemur frá Suðurnesjum. Við erum búin að tala fyrir þessu í mörg ár og ég og mínir starfsmenn, við erum helst sérfræðingar í málefnum á landamærum. Löggæsluverkefni á landamærum þekkjum við best og í röðum embættis eru helstu sérfræðingar þjóðarinnar á þessu sviði. Nú, í aðdraganda þessa viðtals renndi ég yfir ferilskránaðinn eins og kallað er. Ef að menn er að gera breytingur á embættum, þá hefur þú nú komið að mjög stórum breytingum, sameiningu embætta á Vestfjörðum, á Vesturland og svo þetta verið mikla breytingar á Suðurnesjum. Er eitthvað í því farvatni sem að þau hafa ástæðu til þess að líta til í þessar ákvörðun? Hefur þetta gengið vel eða illa? Sko ég þarf aðeins að leiðrétta þér varðandi breytingarstjórnun. Hún tekur til lögregluembættis á Vesturlandi sem var til 1. janúar 2015. Það var sjálfsögðu að breyta á Ísafirði þegar ég var þar. En hvað varðar landamærin, þá þetta í raun og veru smáverkefni. Menn þurfa að horfa til þess hver mínu verkefni hafa verið. Frá þeim tímar ég tók þessu embætti 16. nóvember 2020, það ástæðan 11 eldgos á Reykjanesi.
Þetta eru flóknustu hamfara aðgerðir í sögu þjóðar. Við erum með eldgos í námunda við höfuðborg landsins, gríðarlega verðmætir og fjölfarnir ferðamannastæðir, samanber Bláa lónið, þetta hefur allt gengið vel hingað til. Mistur reynda manni í Grindavík og okkur afskaplega sárt og þungt, en að öðru leyti þá hefur þetta gengið vel. Við erum að horfa á þetta í dálítið stóru samhengi, þetta er gríðarlega stórt embætti, þetta er lögregluembætti. Þannig er öflug rannsóknardeild og lögfræðisvið embættisins er mjög gott, það starfar rúmlega 100 manns í flugstöðinni. Þannig að þetta snýst nú ekki bara einhverja smávægilega breytingar á verkefnastöðu þessa mikilvæga embættis. Ef maður horfir aðeins tilbaka þá verður maður að segja frá því að frá inngöngu okkar í Schengen, við förum þarna inn á fulla þunga 2001, að þá blasir það við mér. Ég er nú kannski þekktur fyrir það að vera ekki aðgerðalaus embættismaður, þannig er ekki mín saga. Ég reynir svona að taka til hendinni þar sem ég er á hverjum tíma og hef þurft aðeins að taka slægin við ráðuneyti, árangurinn kannski ekki merkilegur. En saga þessara landamæra er í raun og veru bara sorgleg. Það er að segja landamæra sem verða til við inngöngu okkar í Schengen. Já, það er nú einhvern veginn þannig að landamæra eftirlit, við getum ekki talað um kerfisbundið landamæra eftirlit á innri landamærum, en landamæra eftirlit á innri landamærum á Keflavíkurflugvelli hefur raun og veru ekki verið neitt. Það er engar fleipur og ég meina ef að ekki má á tala um það sem er virkilega slæmt, við erum að tala um þjóðaröryggi og þjóðarhag, það verður breyting þegar í Keflavík. Ég átta mig á þessu, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á þessu samstarfi og fyrir mig var einstaklega athyglisvert að koma þarna inn og reka hausinn inn og svipast og eiga samtöl við starfsmenn sem voru búin að vera þarna sumir hverju áratugi, fékk þetta dálítið frá grasrótinni hvernig þessum rekstri væri háttað. Ég gerði þarna skipulagsbreytingar á embættinu 2022, ég þurfti að losa yfirmenn sem voru ekki að gera það eða framfylgja minni stefnu og við sjáum það í dag að á síðust árin þá hefur orðið gríðarleg breyting, það er raun og veru bylting í eftirliti á innrilandamærum. Þannig að innrilandamærin eru okkar vandamál. Ytrirlandamærin eru nokkuð örugg. Útskýrðu fyrir áheyrendum, áhorfendum mununum á ytri og innri landamæri? Já, ytrirlandamæri, það þekkja þeir sem fara til Bandaríkjanna, Bretlands eða Ástralíu, þeir koma heim, eða eins þeir fara út, þá þurfa þeir að framvísa vegabréfi í landamæraliði. Það eru ytrirlandamærin. Eins og staðan er í dag og hefur verið lengi, þá er flogið til landsins frá þessum 3 löndum, að meginstefnum til. Og varsla eða landamæra eftirliti í liðan vallarins hefur aldrei verið öflugra en akkurat núna. Fræðslumál er í góðu lagi og ég vek athygli á því að þetta er allt að frumkvæði embættis. Við sækjum í raun og veru fræðslu ekkert annað, ekki nema þá kannski til útlanda. Þess að við erum með þá sérfræðingar sem til þar til að hafa þetta í lagi. En þetta hefur ekki verið gott og ég get hort til ríkislögreglustjóra. Hún var nú þarna lögreglustjóri frá 2009 til 2014 og hann var lítið að frétta í landamæraeftirlit og innri landamærin Schengen. Það breytist sjálfs í lítið eftir Ólafur Helgi tekur við þessu embætti en stórbrotnar ef svo mátt taka til orða eftir að ég kem þarna inn. Og ég er ekki að gera þetta einn, ég er með ákveðna stefnu og ég er með fólk í vinnu sem er tilbúið að fylgja mínu sjónarmiðum og stefna eftir. Í því liggur grundvallar munur. Og í hverju felst þá eftirlitið á innri landamærum? Hvað hefur breyst eftir að þið gerðu þessa breytingu? Eftirlit á innri landamærum felst fyrst og fremst í greiningunum. Og ég verð nú í þessu tilefni hrósa tollgæslunni. Tollverðir á flugvellinum eru einstaklega öflugir í sinni greiningavinnu. Og eins og staðan í dag þá eru þeir að skila miklu betri vinnu heldur en nokkuð tíma lögreglumenn á vellinum. Þannig að ef við horfum til að mynda á innflutning á fíkniefni þá stoppa þessir einstaklega yfirleitt hjá tollinum.
En samstarf þessara tveggja stofnana hefur verið með ágætum og árangurinn mjög góður. Það vekur þetta athygli. Ég tek það fram að ég var sáttur með mína ákvörðun að stíga út úr þessu embætti og stíga út úr lögreglunni. En fyrir svona almenningur þarf þetta að velta því fyrir svo að gera sig grein fyrir því, hvað í raun og veru að gerast innan stjórnsýslunnar. Við getum tekið fyrir Hauk Guðmundsson. Hann ráðuneytisstjóri í dómsmálaráðuneytinu, búinn að vera þar frá 2017. 8 ára tímabili. Haukur Guðmundsson á sæti í þjóðaröryggisráði. Sigríður Björk Guðjónsdóttir á sæti í þjóðaröryggisráði ásamt dómsmálaráðherra. Sigríður Björk búin að sitja þarna frá 2020, Haukur frá 2017 eins og ég sagði hér rétt áðan. Ef við horfum á ríkislögreglustjóra, hún á Suðurnesjum frá 2009 til 2014. Það var lítið að frétta. Hún færi sig yfir til höfuðborgarinnar og á þessu tímabili þá eftirlit með útlendingum. Ég aldrei að tala einhverja heiðvirða borgara. Eftirlit með þeim sem við viljum ekki fá inn í landið var ekki til staðar á innirlandaminn. Þá erum við að tala Schengen-ríkin. Þarna eru 400-500 milljónir sem búa innan svæðis og vitneskju það að ytterlandaminn annars staðar en hjá okkur, til að mynda niður við Miðjarðarhaf, eru hrifleg. Á þessu tímabili, allt fram til 2021, þá streymir allt þetta lið inn í landið. Þetta Evrópuflugið. Var þetta bara viðstöðulaust? Bara viðstöðulaust, það lítið sem ekkert eftirlit. Hvernig á það að vera? Ég átta mikið á því. En við getum velt fyrir okkur ábyrgð. Ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins, Haukur Guðmundsson, hann situr í þjóðaröryggisráði. Og það gerir Sigríður Björk Guðjónsdóttir jafnframt. Það að Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, skuli veita almenningi upplýsingar að tiltekin eða ákveðin fjöldi flugfélaga skili ekki á sig farþegaupplýsingum, það ekki eitthvað sem að nokkrir einstaklingar innan stjórnsýslu landsins þurfa að vita. Við þegar erum að tala lapsus sem næri yfir svona langt árabil á 3. áratug, þá dugar ekkert að tala það innan stjórnsýslunar. Það hentar hagsmunum Hauks Guðmundssonar að þetta sé ekki rætt. Af hverju? Vegna þess að hann hluti af mixinu. Það ekki tekið á þessu. En af hverju takaðu ekki á því? Átta mikið á því. Ja, hefurðu spurt? Ég myndi að teka, þetta eru ábendingar í gegnum tíðina. Þetta gerist ekki í einhverju tómarúmi. Það þetta, ég var svona skammað fyrir það. Þetta þetta bara almennt geturleysi hjá stjórnmálamönnum og embættismönnum í efsta stiga þessa samfélags. En ert þú með lausnir og veist þú hvað þetta að gera til þess að tryggja landamærin og hefur kallað eftir í raun aðföngum eða stuðningi frá stjórnvöldum til þess? Já, það líka 8 minnisblöð inn í dómsmálaráðuneytinu frá upphafi síðasta árs, ef man rétt. Frá þér? Frá mér. Það nú háttur Hauks Guðmundssonar ráðuneytisstjóra, helst svara ekki tölvupóstum. Þannig ég líka þessu stundu við svarthol, þetta bara fer inn og hverfur inn í myrkrið. Engin viðbrögð? Lítil viðbrögð, en við erum í þessu samstöðu. Ég hef stundu sagt, það ekki fyrir mig, ég get haft skoðun á því hvort við eigum að vera í Schengen eða ekki. En við erum í þessu samstarfi og við eigum að vera í þessu samstarfi og nýta okkur öll úrræði samstarfsins sem við höfum ekki gert hingað til. Schengen úttektir hafa verið okkur neikvæðar. Það eru svona frekar á réttir leið, síðast úttektin var 2022, það aldrei talað þetta, en við höfum svona frekar dregið lappirnar í þessu samstarfi. En þegar fulltrúar Íslands í þjóðaröryggisráði hafa vitneskju það, Sigríður Björk hefur vitneskju frá 2009, hún var að vinna þarna, að þarna sé öryggisbrestur, stór öryggisbrestur í flugstöðinni, þarna flæðir inn fólk á þess að við vitum hverjir þarna á ferð og það flæðir bara inn, það ekkert verið að hafa eftirlit með þessu fólki. Það verður síðan stór breyting á, við sjáum þá fyrst 2022, það tók þetta tíma fyrir mig að snúa þessu skipi aðeins við, en þarna erum við að tala leyndarhyggju.
Gagnvart almenningi. Gagnvart almenningi. Og ég líti á þetta, ég hef nú ákveðin samanburð, ég bjó nú í Bretlandi í 1 ár og á þar góða vini sem ég hef getað spjalla við og menn hrista hausinni alveg endalaust og þeir botna ekkert í það hverju fórum inn í fyrsta lagi. Voru það mistök? Það voru mistök. Ef maður horfir til öryggissjónarmiða, þá átti Ísland aldrei að fara inn í þetta samstarf. En það sem ég að segja þér, segir allt hvernig þetta hefur síðan rekið sig inn í framtíðina. En það sem hefur að gerast á velli núna, það eru tilburðir í það átt að reyna að hafa þessa hluti í lagi. Og ég segi það hér sem frjáls borgari þessa lands. Og ekki er ég að segja hér frá ríkisleyndarmálum, alls ekki. Þá held ég að það ætti að vera að krafa hvers manns að þessi tiltekni ráðuneytisstjóri, Haukur Guðmundsson, og nú þetta ríkislögreglustjóri taki poka sinn. Að þau hætti störfum? Hætti störfum. Þá vegna þess að þau hafi brugðist? Löggæslumál á Íslandi eru ekki á góðan stað. Þú þekkir það bara af umræðu af glæpahópum. Erlendi glæpamenn sem í dýravörslu í höfuðborginni. Það er svo margt. Og þegar ríkislögreglustjóri er farið að tala vörur og viðskiptavinni og lögreglufólk, þá erum við ekki á réttum stað. Áherslan eru skakar. Ég segi við þurfum allan daginn bara öfluga ríkislögreglustjóri sem tala til þjóðarinnar og gerir sína kröfur svo allir skilji. En mér finnst að hafa algjörlega skort í tíð núverandi ríkislögreglustjóra, svo það sé nú sagt. Þessi opnu landamæri og þessar flóðgáttir sem þú lýsir svo, sem að ég held að mörgum bregði við að heyra af. Hverjar eru afleiðingarnar? Er hér allt morandi í hættulegu fólki sem við hefðum ekki átt að hleypa inn í landið? Ég veit ekki nákvæmlega hvort að allir séu nú hættulegir. En okkar aðgerðir við vorum að frávisa 700 eitthvað manns í fyrra. Þetta eru einstaklingar sem eru hættulegir, óæskilegir í íslensku samfélagi. Þeir geta verið komnir inn til þess að vinna svart eða brjóta af sig og það er þá fyrst og fremst í sölu og dreifingu fíkniefna. Og þessum hópum, glæpahópum eins og greiningadeild ríkislögreglustjóra hefur greint frá, hefur vaxið ásmegin. Hér er skipulögð mafíustarfsemi frá mörgum löndum. Þetta er nú einhvern veginn þannig að því að maður er búin að lesa nokkra skýrslu frá greiningadeild ríkislögreglustjóra, það er ekkert púður í þessu. Það dugar ekki að segja að séu 20, 18, 17 glæpahópar starfandi á Íslandi ef að lögreglustjóri landsins hafi ekki hugmynd hverju þetta eru. Nei. En eins og þú lýsið þessu núna, 700 brottvísað. Já. Hefði einhver verið brottvísað áður en þið gerðu þessa breytingar? Þeir hefur verið mjög fáir. Já. Málið er það að áður en ég kem inn á þetta embætti þá eru flestar frávísanir á ytterlandamörunum. Og þær snúa oftast að því að þetta getur verið bandaríkjamaður sem er með vegabréf sem gildistími er ekki nægilega langur og regluverk Schengen er bara mjög stíft hvað það varðar. Þannig að oft er þetta bara, kannski misgáningu viðkomandi einstaklings sem veldur því að hún hefur verið brottvísað á ytri landamæri, semst í landamæraliði. Förum aftur að þessari atburðarás þar sem að ráðherrann í raun segir þér að taka pokaðinn, það er ekki hægt að skilja þessa atburðarás með þína lýsingar öðruvísi. Er þetta afleiðing af því að þú varst að tjá þig opinberlega eða er þetta afleiðing af samskiptavanda milli ykkar eða áherslumun út af landamærum? Ég held að þetta sé nú, ég veit nú ekki nákvæmlega hver hennar aðkoma að þessu er, nýlega tekin við, en ég get auðvitað bent á það hefur vakið athygli mín og minna starfsmanna að ný ríkisstjórn tekur við þarna rétt fyrir jól á síðasta ári og þessi ráðherra hefur ekki séð ástæðu til þess að heimsækja þetta embætti. Hún hefur búið að koma sína 23. júní en svona miðað við allan aðganginn þá hefði mann haldið að nýr dómsmálaráðherra myndi nú fljótlega í sína embættistíð heimsækja Suðurnesin, en hún hefur ekki gert það. Það hefur ekki gerst enn? Nei. Nú veit ég ekki raun og veru hvað er að gerast akkurat núna, ég er þetta farin.
En ég hef upplýsingar það að hún hafi ekki gert það, ekki sé ástæða til þess ennþá að fara þarna suður eftir. Það óvanalegt með það við ráðherra sem? Það mjög óvanalegt. Ég meina, við var í tíðum samskipti bæði við Jón og Guðrúnu. Og þá kannski meira út af bara hamförum. Stór tíðind og miklir atburðir sem gengur þarna á. Við getum aðeins haldið áfram með þessa sögu að það er þetta mín ákvörðun að hverfa frá sér. Ég var þetta rekin, það heitir þá góðu máli, menn alveg saman hvað lögfræðingurinn Þorbjörg segir. Veist, þetta er svona. Þetta er bara skilaboð það, þú komdu verið burtuvinur. Þú getur farið austur og firði. Fínt að vera þar og ég er ekki að segja þetta vegna þess að það sé slæmt að vera á Austfjörðum, en fyrir mig þá var þetta bara uppsögn. Það bara verið að færa þig niður í kerfinu í rauninni að þú þetta bara verið að gera stærsta og veigamesta embætti. Það einhvern veginn þannig og einhverjir halda því nú fram að það hefði kannski ekki verið makligt gagnant mér, en látum það líka milli hluta. Síðan gerist það í kjölfar á þessu að minn staðgengill, Aldar Hrönn Jóhannsdóttir, það er ekki haft samband við hann. Henni er ekki falið það tímabundið að reka þetta embætti. Hún stendur fremst í flokki hæfra manna í að stýra löggæslu á alþjóðaflugvelli. Hókina reynslu. Þá er valin svo leið, það er ráðuneyti stjóri, ráðherrann auðvitað setur nýjan lögreglustjóra tímabundið. Það er ágætismanneskja, ég er ekki að tala hennar eiginleika. Ágætismanneskja. Þannig þarna ég gengi fram hjá mjög hæfum starfsmanni sem var vel treystandi til þess að reka þetta embætti tímabundið. Það var ekki gert en það má ekki gleyma því að núverandi lögreglustjóri sem er settur antal til lok míns skipun á tíma, hennar ferill byrjar í ráðuneytinu, hún er þar í 8 ár og undirmaður Hauks tíma. Þannig að kerfið þetta bara spinnur þetta eins og það hentar því best. Þannig að eins og ég horf á hlutinu þá er Haukur Guðmundsson bara ríki ríkinu og fyrir þessa þjóð þá held ég að þessi maður þurfa að víkja úr embætti. Það eru auðvitað fleiri mál sem eru á borði ráðuneytisins þar sem ég leyfi mér að segja allt í klessu, bara eins og horfir á saksóknara, ríkisaksóknara embættið í Lamassesi og héraðsaksóknara embættið í Lamassesi líka. Það er allt í klessu. Hefur áhyggjur af þessu? Ja, miklar. Það er ekki bara það er fangelsmálin. Og svo getur maður bara sem Íslendingur, frjálsmaður hérna við þetta borð, svo kíkir maður á samfélagsmiðluna, það var nú DFF í þessu tilfelli, og þá birtist þar mynd af dæmdum morðingja, maður sem tók annan lífi, það bara aftaka, með mjög sérstökum hætti, þar sem hann er að spóka sig í Grundarfjarðarkirkju og síðan á stíg við Kvíabryggju. Kvíabryggju er opið fangelsi, þar sem menn eru læstir inni bara yfir blánóttina. Maðurinn hann var dæmdur í 16 ára fangelsi, hann er búinn að afplána eitthvað 4 ár, en hann er þarna. Þetta gefur ekki góða mynd af stöðu mála hjá okkur Íslendingum, því miður. Hvaða mál ertu að vísa í þegar tala aftökuna þarna í Rauðagerði. Já, þar sem maðurinn var tekinn á lífi fyrir utan heimili sitt. Og yfirvöld ráð ekki við, þau geti ekki einu sinni haldið mönnum bak við lás og slá sem að vinna slík voðaverk. Ég myndum horfum aðeins bara málefnans við dómsmálaráðsins. Fangelsmálin er í mólum, fangelsin er sprungin, Birgir hefur lýst í. Forstjóri Landhelgisgæslunnar, Georg K. Lárusson, hann kvartar sáran því hann geti ekki haldið upp í eftirliti á landamæri landsins. Nú hafnir landsins eru illa varðar, ég menna aðstaða lögreglu á Akureyri og eins á Austurlandi eru ekki góðar. Þannig að þetta er allt í skötu líki því miður. Ef ég var hreinskilinn, ef ég get gert þessi þjóð eitthvað gagn, þá þarf maður að segja hlutunum eins og þeir eru. Varðandi landamann, er þetta mjög alvarlegt mál? Nú lifum við hér í samfélagi, þetta virðist funkar ágætlega þó að landamenn hafi verið mýgleg allan þennan tíma frá aldamótum í raun. Hversu alvarlegt er þetta? Sko það sem er alvarlegast í þessu er bara þessi leyndarhyggja. Það sem þeim sárnar mest, sem eru þarna fyrir ofan mig, er það að þetta hafi gengið vel og ég skuli segja frá sullinum.
En hvar líka hagsmunir? Líka hjá þjóðinni eða líka hjá ráðuneytisstjóra á ráðherralaunum? Eða ríkislögreglustjóra sem spila með? Það er enginn að segja mér það að ríkislögreglustjóri hafi ekki haft upplýsingar það eða það hafi verið haft samtal við hann í aðdraganda þess að mín staða, eða mér á tilkynntum að mín staða yrði auglýst. Ef hún heldur öðru fram, þá lýsir það bara gallar í stjórnsýslu. Ef að ráðuneytisstjóri hafi ekki tekið samtali við ríkislögreglustjóra áður en staða mín var, eða þessi ákvörðun tekin á auglýsastöðuna, þá lýsir það bara gölluðu kerfi. En heldur þú þá með því að losa þig út að það sé verið að, í fyrsta lagi reyna að þakka niður í þér sem að augljóslega hefur ekki tekist fyrst úr komin hingað til mín og hitta að þau ætla ekki að taka á þessu? Er markmiðið bara að láta þessu ekki tafi skoðun? Nei, það hentar þeirra hagsmunum. Það kannski gera það ekki akkurat núna, af því að það er nú einhvern veginn þannig að þekkja mig nú ekki allir alveg inn á beini. En það er þetta léttir fyrir Hauk Guðmundsson losna mig. Og það er þetta léttir fyrir Sigríður Björk Guðjónsdóttir að losna mig. Það er bara þannig. Af því ég er dálítið krefjandi og ég gerir kröfur, ég banka á dyr, ég vil að hluti séu í lagi, en mér verður stundu lítt ágengt. Þannig er staðan. Ef að þú værir annarkvort ráðuneytisstjóri eða í talningu ráðherra, myndir þú leggja það til á þessum tímapunkt að við myndum ganga úr Schengen samstarfinu? Ég held að þurfi nú kannski árið það gerist að kafa djúpt í þetta, fara aðeins yfir þetta. Ég er að segja þér frá því hvernig þetta er í reynd. Það má stundum ekki tala hlutina. Þetta er ekki ríkisvaldamál. Það er fleiri 100 manns sem vita af þessu. En þetta er sjokkerandi? Þetta er sjokkerandi, já. En hvernig er ákveða tímaband að segja frá þessu? Málið er það, eins og ég hugsaði þetta, það stendur til að gera samkomulag við Evrópusambandið akkurat þessa hluti, varandi farþega upplýsingarnar. En það sem manni sárna kannski mest er það að við erum ekki í Evrópusambandinu. Við erum með skýrt regluverk. Við erum með skýrar heimildir í tollalögum. Og í tollanum er það bara skylda þessara flugfélaga að skila á sig þessum upplýsingum. Það er íslenska regluverkið. Hvað hefur þú viljað gera með þessar flugfélög? Hefur þú viljað stöðva flugið? Nei, ég hefði þetta alltaf, það er engin forréttindi að sjálfsögð krafa erlends flugfélag að fljúga til Ísland, og ef að erlend flugfélag mætir ekki íslenskum kröfum, þá hefur það ekki tingað að gera. Þetta er einfalt. Þeir hafa komast upp með. Þetta er ótalið í 9 ár. Það er hert á ákvæðum með tollalaga með lögum 2015 taka gildi 1. janúar 2016 og akkurat þetta, löggjafarviljinn stóð til þess að þessar upplýsingar skiluðu sér til löggjafarslýðvalda. En þess er aldrei fyllt eftir. Ég veit ekki hvaðan kemur. Ég held að skattstjóri eða tollstjóri sé kannski ekki einn þar að baki. Ég held að hafi ekki verið pólitísku vilji til þess að keyra þetta áfram. Þú hefur tjáð þig áður opinberlega þessa farþegarlista og sagt að það eigi að gera þessa skilursu kröfu. Þú fékkst nú bátt fyrir frá fyrrnefndum Hauki Guðmundssyni. Já, þeir eru með þessi samskipti undir höndum. Og það sem var nú verkild í þessu, því að þetta er nú búið að birta þetta, hann er að agnúast út í þessa upplýsingagjöf þarna í snemma árs í fyrra. Þannig á sama tíma tekur hann inn eitthvað tilfelli sem skýtur á priki. Það gerist 2018 þegar ég var lögreglustjóri á Vesturlandi. Þetta er þvílíkur djöfurs þvættingur. Titlingarskýtur. En hefði þú getað að stöðva þessi flugfélög ef þú hefði haft stuðning til þess? Ég meina það þá ef að stuðningun hefði eitthvað starf að vera, þá hefði hann átt að vera hjá tollstjórar. Það er alltaf eðlilegt. En þú fékkst hann ekki? Nei, það gerðist ekki. Þetta er ennþá, og ég held að það talaði að vanti 7%. Ég held að þessar upplýsingar sé ekki alls kostar réttar vegna þess að það er nú þannig að flugfélög sem hafa verið að skila sér þessum upplýsingum síðan koma flug þar sem upplýsingar skila sér ekki inn. Þannig þetta er nú ekki grannt skoðað. Þannig þetta hefur verið ólistri alla tíð frá inngang okkar inn í Schengen. En er það ekki bara algjörlega sjálfsögð krafa að við vitum nöfnin á því fólki sem að sækja landið? Það er bara frum skilyrði. Það er þannig. En það sem skiptir líka máli þess að við erum að greiða fólki ágætislaun. Á sama tíma situr þetta fólki í þjóðaröryggisráði.
en það bregst ekki við. Það gerist ekki neitt yfir svona langt tímabil. Og ef það ekki upplýsingar fyrir hinn almenna Íslending, þá veit ég hvað þeir eiga að liggja. Ég bara líka inn á borðið á Hauki Guðmundsssyni. Vegna þess, ef þau hefðu náð að ljúka þessu samkomulagi við Evrópusambandið, eða byrja á því að praktísera íslensk lög, eins og hugmyndin var nú í upphafi, þá er hægt að breiða yfir þessa vitlausall og segja að þetta var nú kannski ekki svo slæmt, sko. Nú er þetta komið í lag. En öryggisbresturinn þessi, að svo lengi sem við þekkjum, hafa þessar upplýsingar ekki skilað sér inn. Það er stórt mál og það er stór pólitískt mál. Nú ert þú búinn að opna þetta Pandórubox. Við hefum þetta að ræða við þetta fólk ef að þau fást til samtals það. Hvað tekur við hjá þér? Þú ert maður í fullu fjöri. Já, frjáls. Loksins. Útitekinn. Ég tekir svona róla næsta dag. Það blasir nú dálítið við mér að taka mér svona fjölskyldutengt verkefni út í Danmarku. Ég vil bara sjá til, en svona í restina erum við að ljúka þessu. Já. Svona í restina, því að það verður líka að vera dálítið gaman. Já. Að þá þegar mér er hugsað til þessara háu herra, erum að tala þarna með ráðunstjóna Hauki Guðmundsson og Sigríði Björk Guðjónsdóttur og jafnvel ráðherrann sem nýlega komin að þessu embætti. Það er gömul speki sem er eitthvað á þessa leið eftir því sem apinn klifrar hærra upp í tréð, því betur sést ég raskatið á honum. Ekki að láta það vera loka orðið. Úlfur Lúðvíksson, gangi vel og góða ferð til Danmerkur, vonandi að þeir biðjið að framvísa vegabréfinu þar. Takk fyrir. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudag. Þetta væri í bakka fullan lækin að bera í því. Við verðum hér með ykkur að viku liðinni og hlökkum til að sjá ykkur þá. Fylgist þið með.